Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got... Þeir eru sestir hérna hjá mér kóngarnir, Tommi Steindórs, nýkominn frá Tene. Einn af fáum sem var fyrir til Tene og kemur mjórri tilbaka. Já, ég var með prívat gimmat, þannig að, eða prívat, ég var svo eini sem var í því. Það geti gulum og glöðum skagamennið núti eða? Jú, við varum að telja þetta saman áður, allir þetta hafi ekki verið svona 100 bjóraferð, Já, já. kannski. Það er bara Give or take, létt með þetta fyrir mann Svo er þetta ekki 2 vikur eða eitthvað? 11 dagar. Já, það er nú ekki það mikið. 10 dag. Já. Allt í lagi. Byrja 9 á morgnana. Nei, hádeginu. 1 klukkutíma til miðnættis. Ég var svona með reglu, Það er ekki þessi bara bjórinn kemur eftir rækt, skilur við. Ég verð að fara í ræktina áður en ég fyrir fyrsta. Fórstu í ræktina alla daga? Já. Það er rosalegt. Þú veist, 20 mínútur í senn, Já, og svo- aðeins bara að pumpa byssur. Hvað bjór varstu að fá þig mest þarna? Dorada. Dorada. Við erum með 0,2 Dorada. Það er go-to hjá mér. Svona 6-pakka af bara 0,2 Dorada Já. og bara svona 2 sopar. Svona pínkulitla flöskur. Go-to hjá þér. Já, bara svona, þú veist, Já. bara svona grípa með þegar þú ert eitthvað að fara niður á sundlauginni eða eitthvað. 0,2, þú Það meina er aldrei flatur, hann er aldrei frá að sullast, þú bara opnar hann, drekkur hann og hendur honum, Ég held skilur að það var 0,2%. Nei, 0,2 á stærð. Færiðinn, já. Já. Hann er bara eitthvað eins og peli, bara barnapeli á stærð. Nei, Lítill barnapeli. Stóri strákarnir eru með hálfan lítur. Já. Nei. Þú getur ekki labbað, ég get ekki labbað eitthvað út beldur á Sundlaugabakkanum. Þá kom einhverju túristar og fettshame'a mig. Steinar, velkomin líka. Þú ert að koma aðra vikuna í röð, það er stórt. Já, það er stórt svona með fyrir síðustu vikur. Hvað segir þið gott? Er bikarþinga í ykkur? Nei, alls ekki, sko. Var ekki smá bikarþinga í þessari umferð eða? Jú, þannig, skilur við. Hverju voru ömulegir í síðustu umferð? Alltaf. Álftanes voru ömulegir. Ía voru eiginlega frekar ömulegir, sko. Já. Það er svona ef maður búist við aðeins meira. Já. Og svo kannski Ármann er svona... Nei, Ármann voru segir þangað til í svona Framan af. leið á þriðja leikluta. Maður vissi það samt, sko, að því á 54 í hálfleik, ekki 33. Já. Þá vissi maður að stólarnir myndi bara hlaupa yfir þetta seinni, sko. Þeir bara didn't have enough. Já. Skilur, bara alveg eins og Njarðvík. Njarðvík voru ekkert ömulegir, bara voru mjög segir í raun og veru en tapar samt með 10, skilur. Bara er ekki betri en þetta. Já, já. Mér fannst ömulegir IR í leiknum móti Þorlákshöfn. Já. Mér fannst þeir eru ömulegastir í þessari umferð. Já. Jú, og sökkuðu ekki Kef líka Kef sökkuðu, þó þeir hafi bara tapað með minna í lokin, en þeir voru bara eitthvað á heimavelli, 20 undir og bara svona, það var aldrei leikur, skilur. Nei. Og bara eitthvað, En alltaf Án Remi og Jaka var eitthvað tæpur og svona. voru samt lélegir. Voru lélegir, já, já. Þetta er líka bara ekki svo Grindavík séu bara búin að vera Við biðum meira. Hér. Þetta er IR, Keflavík, Skaginn voru vonbrigði þarna móti Val og Álftanes að tapa móti svona áhugalausum KR kannski bara þeir bara svona mættu og unnu þá, skilur. Val. Nei, Alltaf Káar. Það er Álta. Ég ætla að KR Álftanes. Ég ætla að tala um Já, nei, þetta með Álftanes er líka á listanum, skilur. Já, já, já. Sem vondumferð. Stútfullu þáttur. Þannig að ég ætla bara að byrja á honum. Ég er búinn að vera bara í heilan dag að undirbúa hann. Er þetta, veit að þeir sem eru að hlusta sjá þetta ekki, er þetta myndaður frá því að þjálfa Hauka? Já, frá því að við vorum í fyrstu deild, held ég. Þannig að, sérðu ekki gullpenningin á mér? Jú. Þannig vorum við nýbúnir að tryggja okkur upp. Svona ekki þá lítur eitthvað ill út núna, en það lítur samt út fyrir að vera svona 12 til 15 árum yngri á þessari mynd, sko. Og jafnvel 12-15 kílóum léttari líka. Maður eldist hratt þegar maður er að þjálfa og eftir þetta komu erfiðari tímar. Já, það var bara gleði, það var gleðinu völd. Það var bara gleði. Það vorum við nýbúnir að vinna Sýnis að Bílits og Álfnesinga með einhverjum mjög mörgum stigum. Einmitt. Og það var gleðinu völd. Einar, hendum okkur bara í heitar tökur og ég ætla bara að lesa þetta upp, þið þurfum ekkert að lesa þetta. Þið ætlið bara að segja mér bara hvort þið séu sammála. Ég var hérna með daginn Pretenders og Contenders listan. Já. Og niðurstaðan var að það er engin contender nema Stjarnan. Ég ætla að henda KR-arninn. Ég var ósammála. Aha. Ég var með 5 contenders. Já, þú varst bara með, alla sem bara mæta til leik sem contenders, sko. Já, já. Það er bara þannig. Já. Að mínum að því. Keflavík eru ekki contenders. Jú.
Nei. Þú ert ekki kontenti bara að þú skráir til leiks, sko. Nei, ég segi að það er 5 lið. Það er 12 lið skráð til leiks. Þannig að hvað eru contenders fyrir þér? Já. Takk fyrir að eðilegja hot take nummer 1. Já, mér finnst, þú veist, þetta er nú bara smá velgja í þessu, sko. Tekið það þér. Meaning. Já, KR er bara, þetta er ekki það heitt teik, sko. Ok. KR, Þetta var heitt teik fyrir 3 vikum. Eru KR næst líklegastir til þess að verða Íslandsmeistarar í dag? Nei. Tindastóll. En í 3. sæti? Grindavík með Parkó? Já, eftir að maður sá fyrra áleikja Parkó, sko, þá eru þeir eiginlega bara til alls líklegir, sko. Það er einmitt take nummer 2. Nummer 1 er greinilega ömurlegt. Grindavík eru back eftir þunglindi síðustu vikna mánaða, jafnvel. Þegar ég meina eru back eftir þunglindi, ég meina þeir eru þá bara orðið contenders áttur. Það voru búin 2 mánuðir af svona smá lagi þegar Grindavík. Mikil lagð. Og þetta var svona, já, mjög fínt að fá smáhaldlaska kefling og sigrað á sannfærandi. Já, það Þetta er orðið Íslandsmeistarar. Já. Já, ef Arnór verður mættur aftur, þá geta þeir það. Og ég var ekki hrifinn af þessum Khalil skiptum, sko. Nei. Og einhvern veginn bjóst við Parkónu bara svona aðeins eldri. En ef maður ber sama bara myndir á honum, frá því að hann var einnig síðast, þannig til núna, bara andlitið á honum. Hann er bara 10 kílóum léttari, sko. Hann er eins og ég á myndinni. Já, það er basically munurinn, sko. Já, takk. Smá ofmat á Parkó í síðasta leik, sko. Samt. Setti alveg einhver skot, 8 tapaði boltar og var alveg svona... 9-18 eða eitthvað, skilur bara svona solid. Jú, en þú veist... Hann er samt bara svo ógeðslega góður, sko. Þannig að maður notaði mikið NBA Live 2008. Já, ég segi það, þú veist, það koma bara sprettir sem að sér að hann var í NBA þessi. Já, hann er svona, hann er gæði. En ég er svona sammála, ég var Hvort eru KR eða Grindavík líklegri? Minnstu bara sama stað. Nei, ég má ekki segja það. KR. Með lettinska landsliðið þarna. Undan úrslit öðrum megin, KR Grindavík. Gun to your head, Steinar. Hvern setur áfram í seríu? 3, 2, 1. Grindavík. Ok, þú? Ég set KR. Ég set líka KR. KR. Herru, take nummer 3, kannski alls ekkert heitt, kannski er þetta bara takes, ekki hot takes. Án Remi Martin eru Keflavík leiðilegasta liðið deildarinnar. Ég skal alveg vera sammála þessu. Takk. Þetta er náttúrulega gott hot take, sko, þetta. Ja, hot take, já. Skagamennirnir eru ekkert sérstaklega skemmtilegir, sko. Skagamenn eru skemmtilegir þegar Goiko er komin aftur. Já, reyndar, já. Svo mikil kontakt í kringum hann og hann er í öllum boltum, hann er svona eins og Prime Nemanja Knežević í fyrstu deild er Goiko í úrvalsdeild. Já. Bara í öllum boltum allstaðar. Ég er líka bara svona einfaldur að ég þarf ekki nema að sjá bara Dúra núna rífa nokkuð frákvæmst og setja 1 þrist eða Styrmi setja 4 þrista, þá er ég bara... Það er ekki sko, Skagamenn eru lélegir, en það er hjarta í þessu Skagalegir. Ég segi það. Það er bara lélegir. Já. Og ég er svona eiginlega að benda það að sjá okkar svona gauðra sem eru svona með hjarta í þessu, þá einhvern veginn. Ég er að reyna að finna lið sem er leiðilegra, sko. Njarðvíkingar. Það er svo líka alveg hjarta þar. Það eru menn að berjast þarna. Ágætlega leiðilegt að horfa á, sko. Já, það er lítið gæði. Valsar líka leiðilegir. Valsar eru repleiðilegir. Og mér finnst líka bara IR-liðið þegar þeir eru ekki on their day. Þegar IR eru on it og allir að berjast og eitthvað, þá er alveg gaman að horfa á. Já. En þegar að þeir eru eins og í síðasta leik, þá eru þeir eitthvað leiðilegasta lið deildarinnar, sko. Falk ásand alltaf svona spretti sem maður er bara eitthvað, shit, hvað hann er góður. Já. Það minnir mér samt á svona lið eins og, þú veist, í enska boltanum bara eitthvað, svona þegar Stoke voru, skilurðu, og manni fannst svo gaman að þeir voru bara með eitthvað löng innköst og að bomba með niður og allir eitthvað að rífast og eitthvað svona. Já. Og svo kom leikur þar sem við lendu bara 2-0 undir og þetta var bara búið. Þá var þetta bara eitthvað leiðilegast að horfa á, sko. Og það er svolítið IR fyrir mér, sko. Já, mér líka. Heyrðu, Höttur. Þeir eru með flesta körfuboltamenn, þá meina ég svona semi-atvinnumenn, á roster frá upphafi fyrstu deildar. Þannig að telja upp fyrir mig. Já, ég nenni því. Þeir eru með Ásmund Múla, Eystein, Sæþór og er ekki einn Íslendingur í viðbót? Komdu með það, Tommi? Hvað varst búin að Sæþór, Eysteinn? Gísli Hals? Nei, hann er í Sindra.
Ásmundur Múli. Já, þeir eru með Adam Eiði líka. Adam Þeir eru með Eiði, 4 Íslendinga sem eru Körfuboltamenn. svona fringe úrvalsdeildarleikmenn. Já, já. Þeir get... Þessi eru allir spila bara mikið Já, stór hlutur í úrvalsdeild. Ok, erum við að fara að kalla Ásmund Múla samt bara úrvalsdeildarleikmann í dag og Eystein eða? Ekki Ásmund Múla en alla hinna. Þeir eru með 4 körfuboltamenn, Já. Íslendinga. Já. Ok, og ofan á þetta koma þeir sem eru með íslenskt vegabréf, Nemanja Knežević og Gardi Ramos. Mhm. Þannig að þú ert komið með 6. Ok, svo ferði Gianni Koljanen 7. Já. Þú ferð í Kana 8. Og Já, þú já. ferð Þú strax komið með þetta bara. og þú ferð í Trotteri 9. Þú ert með 9 fullorðna körfuboltamenn. Þetta er by far Hefur það einhvern tímann, fullorðasni roster svona Já. er það ekki? af körfuboltamönnum. En vissulega eru margir þarna alveg á svona back end of their career ef ég sleppi. Nú er enginn að tala sko launin þeirra Nei. eða aldurinn, ég er bara svona að tala bara Ásmundur Múli fenn austur til þess að vera körfuboltamaður, fattar þú? Þeir eru margir þarna komin á seinni árin sín á ferlinum. Kannski Já. komin í píkið sitt. En þeir eru núna Hápunktin. með Gianni Koljanen inn sem einhvern veginn 9. sæn. Gjössamlega stacked. Já, já. Það er meðal við þeim meðslum. Annars að finna mikið fyrir því. Já, það er bara svona 9. maður hjá þeim, væri örugglega bara í byrjunarliðinu eða 7. maður í öllum hinum liðunum. Já. Það hefur bara verið svona lenskan í fyrstu deildinni. Það þarf að vera með svona 7 spilandi gæja. Vantar getur við- 6-7 er Já, samt bara, 5-6, 6-7 er bara mjög oft bara úlingaflokksleikmaður Já, í já. Haukum eða Fjölni, sko. Það er svona 5-6 og þá bara Já, vinna. frekar, já. Svo bara einhverju guttar að fylla upp í bekkinn, sko. En við ræðum líka fyrstdeildina eftir, þeir eru nú bara að mínum mati komnir upp. Ekki alveg. En jú. Nei, já, við ræðum eftir. Hot take nummer 5. Við erum það bikar þunnir, það var fáir leikir þarna og það var svo gaman. Það var svo geggjaði leikir. Já, já. Maður vill meira og maður nennir þessu landsleikja hlýði gjörsamlega ekki neitt. Maður veit það að úrslagkjarnar bara núna, sko. Já, þetta er smá anti-climax, þetta landsleikja hlýðarna. Já. Því nú er þetta að byrja, sko. Af því að síðasta umferð var ekki góð. Nei. Umferðin núna var ekki góð. Nei, það var ekki. Grindavíkurleikurinn var rúst, fattaru, Tindastóll pakkaði Ármann sá þetta. Það var engin stórleikur þarna. Nei, Álftanes Káur var stórleikurinn, hann var, Alltaf lægi bara. Það var bara spennandi og alltaf skilur en hann var ekki góður. það var ekkert frábær körfuboltaleikur. Nei. Þannig að hérna, En hvað erum við með 2 umferðir og svo ég held að það sé bara einu viðbót. bara einu viðbót, já. Bara núna og svo er landsleikildi. Já, þannig að við fengum eina lélega umferð eftir bikar, fáum eina vonandi bara geggjað umferð núna og svo bara pása og bara byrja bara nýtt, sko. Já. Og þá er svona komin fiðringur í mann. Og ég held að íslenska deildin, Það er sko, síðasta stoppið fyrir alvöruna eiginlega. íslenska deildin er mánuð, jafnvel lengur, með meira stutt, styttri heldur en aðra deildir. Þannig að þú veist, landsleikjapásan fyrir íslensku deildina er alltaf nálægt úrslitakeppninni, sko. Þú veist, það er lengra í alla úrslitaleikina og playoffs í öllum öðrum deildum, sko. Já, Ég vil samt ekki alveg, þú veist, ég skil alveg að hvart hefur landsleikilinu en munurinn landsleikilinu núna og fyrir ekkert svo mörgum árum er að við erum að fara í skemmtilega leiki og við erum í séns á alls konar hlutum með landsliðið en þú okkar veist í. hvað, er þetta Ég nennist ekki neitt. Er þetta 2 lið í deildinni sem eru með landsliðsmenn, eða? Stjarnan, Stjarnan og Valur? já. Þú veist, það er ekkert fleiri lið nema Nei, jú. Tóti fari í hóp, sko, sem hann var nú ekki í sumar. Haukur er nú úr Álftanes líka. Já, og stóla með Sigtrygg. Jú, það eru fleiri lið. Já, ok. En hvað, viltu þá bara halda fram að spila það? Já, bara, þú veist, Stjarnan taka bara hérna 2 leiki á 5 dögum og svo fara þær í verkefni. Tóti Turbo náttúrulega Gæti ætti mögulega að að vera spila landsliðinu, sko. Já. En svo er líka bara, eru kannski einhverjir landsmenn í öðrum liðum, landsliðsmenn í einhverjum öðrum liðum og eitthvað. Við viljum nú ekki fara að slíta saman. Það er leiðilegt það sem að gerist þegar að, eins og var í fyrstu deild þegar að Halldór Karl var að þjálfa og það var verið að færa einhverja leiki og það munar 2 leikjum á liðum, skilurðu. Satt. Tekið þetta tilbaka. Takk. Heyrðu, það væri gaman að hafa stórmót í körfubolta á hverju ári eins og í handbolta. Nei, Það er tekið mitt. nei. Þá værum við alltaf íslenska körfuboltafjölskyldan að plana eitthvað skemmtilegt. Það er bara HM, EM. Bara, já. Og olimpíuleikar 4 hvert ár. Nei, Við værum aldrei á leiðin þangað reyndar. nei, en bara. Nei, ég veit ekki eins og Aldrei. með, skilur eins og með HM. Þetta væri annarkvært ár. Þá væru við ekkert að fá, held ég, þessar bestu leikmenn, þú veist, á hverju tímabili, sko. Pældi hvað þetta gerir mikið fyrir handboltan að vera alltaf með stórmót samt. Já, já. Það var eitthvað allir að horfa á handbolta.
á Íslandi. Já. Ég er bara að tala um fyrir Ísland, sko. Ég er ekki að tala um fyrir Wembayama, sko. Nei, en þú veist, jú, það er bara snild, skilur, ef Ísland væri bara að við kemast inn á þessi stórmót. En, Búin að fara 2. Þetta var Já, hot take frá Einari. En ég er með eitt viðbútt. já, þrjú stórmót, já. Ég er með eitt viðbútt. Daniel Dolenz í Tindastól, hvernig líst ykkur á hann? Þetta er svona Steinars leikmaður. Nei, Hann er að berjast, hann er... þetta er ekki. Ekta Gusti Seigur, hann er Seigur, eitthvað Já. svona. Nei, Ég er alltaf sitt. þarna náðið mér ekki, sko. Ekki? Þessina er ekki að selja með það að hann sé skemmtilegur. Er hann ekki bara svipaður og Hjálmar Stefánsson, upp á sleikmaðurinn? Nei, Þeir eru bara mega bara að koma inn þessir. hann er verri en Hjálmar Stefánsson. Þetta er bara einn, eða? Já, hann er verri en hann. Þannig að teiki mitt er... aldrei skilja þessi skipti. Þannig að taka úr lás og hann komast inn. Ég mun ekki skilja þessi skipti nokkuð tíma Nei. að skipta út Ívan fyrir þennan meistara sem voru svo senna. Hvað hérna... Já, mér finnst þetta svo skrítið, bæði með þennan Já. og með Rati. Þegar maður bara svona kíkir á bara hverju þeir hafa áorkað einhvern veginn á sínu ferli. Já. Þú veist, þá er það bara nákvæmlega þetta sem þeir eru að delivera núna. Já. En sko, 3-6 stig er þetta lélegasti bósmann deildarinnar, eða? Já, að mínum mati. Hver er verri heldur en Daniel Dolenz? Mögulega Rati í Álftanes. En hann er samt alveg góður. Ég veist, Rati er samt allavega inn á í... Já, mögulega er hann verri, já, það er alveg rétt þér. Mögulega er hann verri. Eða veistu, já. Það eru ekkert rosalega margir sem ég geti talið upp og sagt að séu að gera minna gagn og spila færri mínútur. Já. Þú veist. Nei, þeir sem voru verri eru allir farnir. Já. Hvað heitir Þessi gæði væri bara nummer 1, 2 og 3 á Jugo Airport listanum, sko. Nikola í Val. Lazar, frændans Steinars. Hann var stegastrum út í það. Já. Hann er samt ekki eitthvað heitlað sérstaklega á tímabilinu, sko. Nei. Hann Hann er betri en þessi. Já, hann er miklu betur þeir, það er alveg. Finnst bara alltaf svo fyndið að einhvern veginn bara svona kaupa einhvern leikmann, borgunum fullt og sko tala svo fullt einhverju dóti sem að enginn sér, sko. Já, þá bara, þú veist, það er bara ástæð fyrir enginn sér það. Það er að því hann er fokkinu ömulegur, sko. Ég myndi bara, Staðsetur sig vel, talar í vörn, jákvæður klefunum. Ég myndi Viltu ekki ángríns. bara hafa Ragnar Ágústsson í því, eða? það er alltaf að segja, ég var Arnar Guðjóns, ég myndi ángriðs bara segja þér, spörum hann að penning, sendum hann heim til sín og notum bara Ragnar Ágústsson aðeins meira. Já. Hann er miklu betri. Líka þú ert að telja upp þetta sem sko kosti hjá leikmenni. Að einmitt góð staðsetning, hjálp. Þú veist, það orðið að byrja að rýtsa að þeir sem eru góðir leikmenni körur eru bara geggjaðir að skjóta og geggjaðir að senda og dræfa, að þú veist. Já, þú veist, bara eins gott hann sé góður í þessu. Ég meina, hann er fokkin atvinnumæður í körfubolta, Já, sko. Og ekki er hann góður í neinu öðru. Já, þú veist, já. Það er nú ekkert allir sem En ef eru ekki- góðir í alls konar hlutum sem eru góðir í þessu, sko, en jú, ég veit hvað það menar. Ég hef ekki gefa hann með smá breyk. Nei, ég ætla ekki að gefa hann breyk. Mér finnst Við það þjálfa bara... alls konar atvinnum en veist að það er ekki allir góðir í þessu. True. Heyrðu, hérna færum okkur í næsta málefni og það er... hvað þýðir þetta, Einar? Game show. Já, ok. Sko, ég hef búinn að vera að pæla, strákar. Nú eru þið að fara í smá leik. Sem sagt, við erum að fara í leik og þið ætlaði að nefna fyrir mig í réttri röð. Númer 1 er svo besti. 3 bestu uppaldi leikmenn liða sem er ennþá að spila körfubolta í dag. Og við ætlum að byrja bara á stjörnunni. Uppaldir stjörnumenn. Uppaldi stjörnumenn. Orri Gunnars, Já. bestur. Já, erum við samanliðið hjá eftir Jú, svo ætlum við bara að bera saman við mitt. Já, Orri Gunnars bestur. Öðru sæti Dúi. Já, ætli það ekki. Dúi, uppalinn. Þeir eru þarna í kringum, þú veist, þeir voru allir svona nokkru góðir allavega í kringum þennan allir. Eða setja Kjartan Atla í þriða samt. Hann er ekki spilað í dag. Já, sem er að spila í dag. Já. Ég setti í þriðja sæti, sko... Bíddu. Er ekki bara Jakob í þriða? Þetta er Jakob. Viktor Lú kannski? Já, Friðrik, nei, hann er blíki fríkki í KR. Ég setti hann samt, sko. Já. Hann fór það ungur yfir. Já. Ok. En það eru svona þessi 3. Er Orri Gunn besti uppaldi stjörnuleikmaðurinn frá upphafi? Já. Already? Já, hann, Dag Kár,
Það er ekki margir sem mann eftir sem að voru mikið betri sko. Ég myndi setja Orra yfir Dag, Já, eins og staðan er núna sko. Já, ég líka. Dagur var aldrei eitthvað í svona hlutverki í landsliði og Nei, hann Íslandsmeistaraliði. stóð svo ágætlega atvinnumönsku sko. Sem Orri svo sem gerði ekki kannski alveg. Ég er fylgdist ekkert með í hvaða liðum Dagur Kár var að spila sko. Menn ekki eitthvað í Austuríki eða eitthvað, átti hann ekki eitthvað 20. leiki eitthvað? Jú, gott ef ekki. Í minningunni. Hann er svona kannski eini sem að færi á þennan lista, ekki? Tómas Þórður. Já. Jú vil hafa þér aldrei átt neina góða leikmenn, sant? Nei, þeir unnu þarna á yngri flokkana bara einhver 5 ári röð og það skilaði sér ekkert sko. Nei. Gera enn. Það var kannski dúa að þú veist, já. Það er ennþá mjög góður yngflokkum svo sem, en það er ekkert ennþá. Orri er fyrst í svona langa tíma og svo sem Frikki líka kannski og Dúi, já, sem er að skilja sig upp. Hvað Dúi var alltaf með Hilmurunum í flokki vinnu mig. Samar organgi eða ekki? Já, Dúi þurfti nú heldur betur að fara, þú veist, fór í Þóra Akureyri og fór í Já, já. fyrstu deild í Álftanes og... Hilmar Smári sem Svona- líka, sant? já. Fór í Þóra Akureyri og... Einmitt. Ok, þau vorum sammála þar. Hérna... Hendum okkur í Grindavík. Óli Óla, Já, bestur. hann er bestur. Jón Axel er náttúrulega bestur en Óli er nummer 2. Já, fyrir ekki. Takk fyrir að leiðri þetta Já, strax. já. Jú, ok, tökum við það hannig. Í dag, bara Axel, Óli, Jaxel, Óli, Bragi. já, rétt. Förum bara næsta, svo við erum ekki allan daginn að þessu. Og svo ætlum við að diskutera hverjir eru slappir í þessu. Tindastóll. Bara, Er það Pétur? er það ekki bara Pétur? Ég sé Yngvi. Hann er ekkert að spila. Í annar deild. Nei, þá Ef verður við það þurfum bara... þá ekki að setja Yngvað í þriðasæti. Finnst hann bestur. Hann er átt besta tímabilið sem Í Íslendingur. annarri deildinni. Pétur var átt innu gott tímabil þegar þeir eru Íslandsmeistarar, sko. Já, Yngvi var líka Íslamestur með þeim, sko. Nei, Jú, sem hann var 50 eða 70 maður hjá þeim. Hjá hverjum? nei, Stólunum. það er ekki rétt. Þeir hafa bara einu svona orðið Íslandsmeistarar, sko. Já, nei, fór í úrslit fyrir Þeir ekki. fóru í úrslit, já, Já, með... hann var mikilvæg hlutur ekki þá. Já. Já. Svo fór hann í Þóra Akureyri og fór með þeim play-offs. Hann var sko 20 stig í leik. Áhugavert teik að setja hann bara í fyrsta sæti. Ég meni fyrsta. Já. Ég meina, verður ekki að hafa landsliðsmannin Pétur Rúnar. Sko, listin minn er Pétur Ragnar Reyni Bardal. Fyrir mér er Yngvi mesta what if sögurkrok, sko. Ef hann hefði bara Ef fengið að að gefur halda um áfram. honorable mention innan sviga í þriðja sæti. Ég meni fyrsta, en já, þú mátt gera svo vilt. Valur Orri Valsson. Ætlum við að gefa honum... Er hann ekki meira Borgarnes? Hvernig líst þér á þennan Við erum alltaf að segja okkur að myndir á honum og Gunnar Birgis saman pínku litlir, en það var kannski ekki lengi, ég veit það ekki. Tómi, hvernig líst þér á þennan lista? Mér svona, kannski þetta erfitt ef... Það er bara erfitt fyrir krókin að Reyni Bardal sé þeirra þriðja besti. Sem er ennþá að spila? Já. Þetta er tvíburarnir. Er það ekki það frekar Valur Vals? Fylki eða eitthvað. Jú, myndi frekar. Valur er ekkert þaðan. Valur er uppalinn í Njarðvík, eða ekki? Í semi, Jú. svona alvöru yngjaflokka árin er í Já. Njarðvík, skilur. Þú veist, þó hann hafi stoppað í 1 ár þar og 1 ár annar staðar, sko. Já, ok, þá er Valur bara í Njarðvík. Svo er líka bara spurning hvort að... Það var hann ekki líka bara Verður alltaf myndi elda láta. gamla mannin. Hann var hann á Selfoss Jú, 1 ár og já. eitthvað svona. Ég ætla að gefa þér, ég ætla að setja Yngva þarna, svo líka, þú veist, verða menn að vera að spila, sko. Hann er í bumbubolta, sko, í dag. Ég bara þarf að koma í fyrst deild. Er þú Ok, við... spilandi í dag? Nei. Ja, ég ætla að leifa þessu að slæta. Ok. En já, förum þá í næsta lið. Bestu valsararnir. Uppöldu valsararnir sem eru ennþá að spila. Já, hann er alltaf einn sem er hættur. sem Frank var- Búker, Er Bóker uppalinn valsari, eða? pappans allavega. Er hann ekki valsari? Ég veit ekki hvort að við... Ef að láta Frank Bóker þarna. Fór hann í gegnum yngri flokka Akademíu Vals? Efa það. Nei, hann bjóð Nei, ég held á ekki. Selfossi þannig að 10 ára og Já. svo flutt hann Efa það. En já, ok, það er Ástór það bara. Ástór. Já, Svo sem er að spila núna, sem ég gleym alltaf hvað heitir, Dökkarur, Kalli. Kalli. Já. Og í þriðja sæti, Ég setti Óla Elsu. Hann er víst, tóku yngri flokkana í Val. Já. Ég setti hann reyndar efst. Þetta er listin minn. Þetta er ekki spes. Þú veist, ertu að segja sem er sem bestur eru í dag. bestir bara akkurat í dag eða svona Ég satt bestir með Ástór fyrir ofan hann, sko. Við getum alveg sett Ástór fyrir ofan hann. Mér er alveg sama. Ég er bara... Mér varst Óli bara einhvern veginn, þú veist, hann er farin að Já. spila slatta 2 ári röð í úrvalsdeild einhvern Já, veginn já. og Ástór hefur aldrei spilað 2 ári röð í úrvalsdeild Það er mínútur út af mínútur, sko. meiðslum. Ég veit það, það sem bara En er Ástór hefur partur að því að vera íþróttamæður að meiðast ekki, Ég sko. veit það. Sorry. Bara svona þegar þú spáir í ferla leikmanna, það er bara... Sammála þessu. En þetta er ekki spes listi. Nei, en það bara Valur og Körubolti
Þú veist, það var bara ekki neitt þangað til Það er nýtt koncept. Jón Arnór, eða Pavel mætir þetta, sko. Hvað, ég var að fara yfir hver er besta Herðu, What ég var með Gabriel Duame þarna í 3. sæti, sko. Já. En hann er ekki spilandi í dag. Hann er ekki spilandi í dag, en hann var klárlega betri áður en hann hættir í körfu, er klárlega betri heldur en Annar þeir sem eru þarna, sko. Kannski ekki Óli. Mögulega ekki, en þú veist, hver veit, hann var alveg góður. Já. Nú er ég með skemmtilegt Keflavík og ég gerði heimavinnu. Valur Valsson telst ekki uppalinn Keflvíkingur. Okay. Ég fekk þetta frá 2 Keflvíkingum. Ég lík því, ég fekk þetta frá 1 Keflvíking. Af hverju er ég alltaf að víkja? Þetta er ekkert eðlilega erfitt núna. Já, Kristján Fannar. Heyrðu, vel gert. Ég var ekki með hann á lista. Já. Ég held að hann væri úr Garðabæ. Eða svona, ég bara gleymur að hann væri til. Hann er kef. Sko. Já, við látum Kristján Fannar efst. Já. Svo verður þetta bara ennþá brattara, sko. Nei, menna, er einhver Keflvíkingur spilandi körfubolta í dag, eða? Já, sýnum bara listan minn. Já. Einar. Og ég er með Frosta, Sigga Ingimundarson í öðru sæti þá, eftir Kristján Fannari. Já. Jakob Máni, sonur Magga Gunn í 3. sæti. Já. Og svo er þarna einhver gauður sem fór í Akureyri. Ég fekk þetta sem Einhver gaur sem En þarna erum við samt bara eiginlega til upp leikmenn sem spila ekki. spila ekki meistar, eða þú veist, eiga bara engan meistaraflokksferil. Það er bara Kristján Fannar. Þetta er átakanlegt. Já. Og ég meina, það er náttúrulega bara þekkt að er það ekki síðast bara svona basically góðið að það frá Keflavík er hann Arnar leikstjórnandi. Arnar Freyr. Arnór Sveins. Nei, Arnar Freyr, já. Arnar Freyr. Sem er Þröstur Leó átti nú alveg smá. Þröstur Leó er nú ferill. Já. En ég held að þetta sé Þröstur Leó og þar að undan bara... Elskar Keflvíkingar að reyna að eigna sér að þeir eigi Sigga Þorsteins og Hörðaksel uppalda, sko. Já, við getum alveg tekið fyrir það. Já. Það hefur bara ekki komið einn einasti alvöru góður körfuboltamaður síðan Þröstur Leó frá Keflavík. Það voru samt nokkrir mjög segir þarna, svona 88, 89, 90. Já. Þeir skýrist ekki upp í Í meistaraflokk. kringum Þröstur Leó. Já. Það voru margir körfuboltamenn Algjörlega. sem skýrist sér bara ekki í Ég veit meistaraflokk, það. sko. Nei, bara Keflavík er bara fótboltabær. Og Í dag. allir bestu íþróttamenn Keflavíkur fara bara í fótbolta. Þeir kláruðu margir úrlíkaflokk Já. og svo bara einhvern veginn fóruð þeir í Reyni Sandgerði eða eitthvað í staðið fyrir að fara í meistaraflokk Keflavíkur. Þetta er gaman í Sandgerði. Og Þrótt Vogum. Það er ekki eins og til þess að hann framherji Stefán Ljúbisic. Var hann góður í körfu? Já, svo er sagt, sko. Það er alltaf hægt að segja ýmislegt. Já, ég meina 2 metra gaur og virðist vera þokkilega hreyfanlegur. Það spurði að Stænki sem er í sal. Stænki, var Stefán Ljúbisic góður í körfubolta? Hann var frábær. Já. Það er bara staðfest. Heyrðu, förum við næsta lið. Það er KR. Tóti bestur. Þetta var svona alvöru listi. Martin, bestur. Já, við erum alltaf, ég gleymi alltaf þessum eru erlendis. Já. En þeir hafa nú oftar átt fleiri heldur en einn úti. Það er bara Martin núna. Hvort eru með Kristó eða... Nei, þeir eru með Almar úti líka, djók. Já, Hvort eru með Kristó, Almar eða Tóta næsta? Kristó. Nei, að þú veist, akkurat í dag bara. Já, ég meina. Seti Tóta, Kristó. Já. Tóti 2, Kristó 3. Já. Og ég setti það svona. Já. Martin efst, Þóri nr. 2 og svo bara Almar og Eikoks báðir nr. 3. Bara einhvern veginn. Sammála þessu. Fortíð, framtíð fattar einhvern veginn, maður veit ekki einhvern veginn. En þetta er alveg listi og það eru fleiri, Það er fullt að góðir það eru fullt af góðum, svona alvöru góðum körfuboltamönnum sem væri hægt að setja þarna inn, skilur við, bara, sem væru klárlega nr. 2 eða 1 í bara öðrum liðum, sko. Já, Keflavík bara. Já. Ég held að KVAF-liði væri örugglega bara allir sem að spila í KVAF væru bara topp 3 í átlum Keflavíkurlistanum. Já, Arnór og Lars Erik og... Já. Það er svolítið skemmtilegt. Heyrðu, förum við næsta. IR Akademía, Víum Akademían. Hákon. Nei, það er eitt sem er á leiðinni NBA reyndar. Friðrik Leó Körtis. Friðrik Leó Körtis. Hákon. Eru að fara í... Við erum ekki að vera í Sæþór. Sæþórin, já, var mitt ég. Nei, ég seti Ragga Braga. Já. Frekar, já. Og svo gaf ég Magnús Degi líka þarna sem er að berjast í höfn, á höfn. Ég myndi ekki setja hann fyrir Ragga Braga í dag. Nei, Raggi Braga er búin að vera alltaf að hitta aðeins skotunum sínum í síðustu 3-4 leikjum, sko. En þú veist, Raggi Braga á þessu úrvalsdeildarferil. Já, hann á. Skilur, þannig að hann var alveg góður þarna með IR og Keflavík aðeins. Nei, þú nefndir það, við erum að taka bara í dag. Þetta er svona blanda,
Ég tek Raka Braga fram með Já, Magnús. þetta er svona 50-50, jú, leiðum út af vafans Hinn er líka bara í fyrst til að berjast, sko. Við skulum kannski ekki láta hann fyrir ofan hann strax. Nei, ok. Hvar er Alfonso Gómez á þessum lista? Hann er í 5. sæti. Hann er 5. Eða ekki? Aron Medina og svo hann. Já. Herðu, förum þá í næsta. Altanes, þetta er reynda bara, þeir náttúrulega ekki með yngri flokka. Það er hérna sem er í Grindavík núna. Unnsteinn er nummer 1. Steinn nummer 1. Ertu með eitthvað þráðan? Nei, svo eru þeir ekkert fleiri, er það? Jó, Duncan Guðnason. Já, Guðna. Og svo er ég ekki með 3. sæti. Jú, ég seti Gunnar Bjart í 3. sæti. Já. Hann segist verið í Altanes B. Já. Flott. Förum í Njarðvík. Það er skemmtilegt, það var líka skemmtilegt. Elvar er á toppnum þar. Maður er stundum að Kitty Páls. Hvað séu? Elvar og Kitty Páls. Já. Maður hefur séimað stundum Suðurnesjun sem heild fyrir að búa ekki til leikmenn. Já. En svo bara eru Grindavík og Njarðvík með fullt af góðum leikmennum. Já. Sérstaklega svona gaurur sem eiga góða pappa. Já. Báðum megin, sko. Já. Elvar, Kitty Páls og hvern setum við 3. Tommy? Setum við Val Vals í 3. þarna? Nei. Nei, hann virðist ekki eiga neitt uppeldsklubb. Já. Setur ekki Veigar Pál yfir Val, eða? Eða ekki að tökja feril inni, en jú, í dag Veigar Sko, Pál. ég setti 2 aðna inn. Hvað er þetta bara Veigur Snjólfur? Sko, ég er með Elías Bjarka sem er að spila bara vel úti og var orðin alveg bara góður úrstæðarleikmann hérna síðast ári, setti skot og þannig þegar hann og Þorri voru á vængjunum. Já. Og svo er líka strákur sem heitir Heimir sem ætti náttúrulega reyndar að vera þarna sem er að spila líka mjög vel í college eða high school eða eitthvað, en ég bara veit ekki nógu mikið til að setja hann þarna. Eru skortnir komin úr hillunni hjá Gabriel Sindra Möller? Hann var í 7. sæti. Hann var í 7. já. Já. Eða sem sagt, ef hann væri ennþá að spila. Já, ég glemdi alveg Veigar, en já, hann á auðvitað að vera þarna fyrir Val Vals. Er þetta ekki svona sirka svona það? Þetta er bara laukrétt. Þeir eru með ágætis starf þarna. Já, bara mjög fínt. Og við erum ekki um ári. Er hvað með Robert Birmingham? Já. Hann var að fá samning, en hann er bara meiddur. Spurning bara hvað gerist. Já, og já. Líó sérstaklega fyrir bróður hans, hann er mjög góður. Nei, Robert hefur náttúrulega hefur ekki sýnt okkur neitt hér á Íslandi allavega. Nei. Bara með yngri landsliðinu. Hann reyndar á streetball móti Nóa. Almar hefur aldrei sýnt 23. okkur reyndar heldur neitt hérna sko, en Nei. settum hann í 3. sæti. Já. En þeir sem Hann er að í alveg horfa á, prógrami líka, sko. Já, ég veit það. Þess vegna settum við þeir hann. sem að horfa á EM yngri landsliða, þeir hafa séð að báða vera góða. Já. Og það er mót sem við horfðum á, Já, sem er reyndar legasaga. Nei, ég hef reyndar alveg horfðið reyndar alveg slata. já, ég líka. Förum við næsta. Sín tíma. Og það er Þór Þórlárshöfn. Já. Það er nú létt. Emil Karel á toppnum. Nei. Sem er spil í dag. Það þrastar sinni 1-2. Já. Þeir sem heimskir. Fall einhvern á ykkur. Ekki heimskir, Fall einhvern á bara ykkur. gleym okkur aðeins þetta. Styrmir og Tómas. Styrmir Tómas og svo bara spurning Halldór hvort Garðar. þið viljið Emil Karel eða Halldór Garðar. Halldór Garðar. Í dag Halldór Garðar, ferill Emil Karel. Ok, setjum það. Er það? Ekki, setjum það á báða bara. Er það? Já. Ferill. Emil Karel, frekar en Halldór. Já, hometown hero. One club legend. Einar bættu þarna Halldór Garðar í hliðina á Emil Karel. Ég setja bara sama stað. Tóku báði titil. Báði búin að úrvastella leikmenni í sko 10+ ár. Sko ég ætla bara með fest í minnunu þessi beikarhelgi sko og framist að Halldórs þar Já. í þeim leik. Já. Hún var helviti góð. Emil Karel er samt svona Emil Barja þeirra. Algjörlega. Það verður að respekta það. Fyndið sko að En Halldór Garðarsson búin að gera báðum stöðum. trajektóri. En hinn er one club wonder. Ég veit það, en Halldór Garðarsson búin að vera svona þeirra maður, bæðið Þólusöfn og svo núna er hann búin að gera líka Keflavík. Það fyndið með Halldór Garðar. Rétt. Hann var bara mjög góður að það vera Íslandsmeistari 21, Já. Þór. Já, hann átti tímabil sem var með 20 stiga með Já, þessum svo leik. verður hann bara svona lélugur 22, lélugur 23 og svo er hann betri núna, aftur. Já. Svona skrítið dropp einhvern veginn. Hann átti hann nokkuð tímabil sem var með bara 20-10 nánast aðeins. Sko, Ekki alveg, þegar en hann svona fer samt í 17-18. Hjalta Vilhjálms Keflavíkurliði, þá var hann einhvern veginn bara farin að koma inn á til þess að reyna með einhvern Já. og vera bara með leiðindi. Það er eins og hann hafi Já, bara hægt. ekkert mátt og svo gaf Pétur Ingvarsson einhvern veginn svona frelsi til þess að spila sóknarleik, sko. Já, hann kannski var bara Sem hann var alveg góður í, sko. bannað að spila bolta hana, já, held að. Ég veit það ekki, mér finnst allavega hana, þú veist, já, hann einhvern veginn svona endurfæðist þegar Pétur kemur hann, sko. Já. Förum þá í næsta, þetta er alveg verið búið. Þarna erum við komnir. Ég veit alveg hver er bestur þarna. Ármann. Það er hann hérna, sem var ógeðslega lengi í Val síðan, hérna, hann var bara alveg stólu úr mér. Þorgeir Blöndal. Blöndal. Nei, ekki Blöndal. Þorgeir Blöndal. Nei, Valsarinn, Benedikt Blöndal.
Já, með síðahárið hérna. Hann er ekki valsari. Nei, hann er ármenningur í grunninn. Nei, það var ekki herra Valur. Jú, en yngri flokka, eini bara yngri flokkleikum var Ármanns, sko. Já. Okay. Hann Ég hættur. sett hann samt ekki þarna. Hann er hættur líka. Er það bara... Ég þekki ekki neitt. Kaldalinn. Ég kíkti bara á listan þeirra núna, en svo er einhver háhundstrákur fór í eitthvað lið. Kaldal vandalegastur. Já, komdu bara með listan Einar, við þurfum ekkert að dvelja hér mikið lengur. Þetta eru Kári Kaldal, Jakob Leifur og Jóel Fannar. En svo er einhver hávaxnastrákur sem fór einhvert út eða eitthvað. Ég var Óli Elsu alltaf í Val. Ekki hugmynd. Ég held nefnilega að hann hafi líka smá verið Ármann, sko. Óli Elsun alltaf fór í 8 lið bara frá 8. bekk og þannig að hann kláraði menntaskóla, sko. Hann fór út um allt. En jú, þetta sé ekki bara fyrr. Og ég minna, og svo fer hann í college og breytir college-lið og svo fer hann til Þorlákshafnar og fer svo í Keflavík og þannig að það, þetta bara svona... Ég veit alltaf að sko 91 árgangurinn í Ármann, hann var ekki sterkur. Því að lið Heklu, við unnuðum ekki mann 88-20. Og ekki voru að Hekla með gott lið, sko. Akranes, ef að þið náðu 3 hér, upphöldum sem eru að spila ennþá. Styrmir og Styrmir. Betri Dúran Úna bróðurinn. Betri Dúran Úna bróðurinn. Sem er ennþá að spila. Með ekki nefna hinn. Nei, sem er ennþá að spila. Já, ég bara fá mínútur í Akranes. Sko... Er ekki eitthvað sem heitir Aron? Jú, tjing, Aron Elvar. Sýnd okkur listan. Þetta eru 3 bestu leikmenn Skagans sem eru að spila í dag. Já. Ég er ekki bara fer. Og Styrmir er bara mjög fínn leikmaður. Það var pródúserað bara líka mikið fyrir fótboltan fyrir okkur, þannig að eitthvað þarf að mæta afgangi. Sænar einhver Styrmi ef að Skaginn fellur í úrúrsdeild? Já, ég held að liðið myndi alveg reyna að peka hann upp, sko. Það gæti verið fínn á bekknum heldur bara fyrir nánast flest lið, sko. Sammála því, Steinar? 20 mín. Sorry, eins og enn. Sænar einhver Styrmir Jónasson eða þeir falla? Já, örugglega einhver lið sem reyna það, sko. Erum við þá að sjá hann fara í lið eins og bara Þorlákshöfn sem bara vantar skrokka eða er hann að fara í eitthvað lið til að spila bolta? Það fer bara eftir hvað hann velur. Það er örugglega nokkuð lið sem er á samband. Myndirðu sæna hann í Álftanes? Já. Það fer bara eftir hvað ég hef. Bara nákvæmlega sem þú hefur þetta. Það væri rosalega Álftanes. Það myndi ekki sæna hann í Álftanes. Ég væri Álftanes. Það væri það. Það væri ekki við búin að taka Hilmi og... Það hafa ekki pláss. Já, nei, það er bara málið, sko. Það þarf að vera Njarðvík, það þarf að vera Grindavík, Keflavík, mögulega. Það fer bara eftir hvað ætla að gera með alls konar leikmenn, skilurðu. Sæna ekki bara Njarðvík Adam Ægir heim? Til dæmis. Heitir hann ekki Adam Ægir? Adam Eiður. Adam Ægir er í fótboltanum. Já, hann er í fótboltanum, já. Adam Eiður. Það er fullt af liðum. Svo kom einhver lið upp líka og... Já, það bara, til dæmis í Grindavík er bara svona töluvörður Íslandíka skortur alltaf á sumrin, skilurðu. Grindavík verður til að hafa Styrmi frekar að Raka Braga í dag, sko. Já. Rétt. Herru, förum næsta. Sindri. Nú er ég aðeins að... Það sem að mér fannst svo fyndið, það sem að mér fannst svo ógeðslega fyndið og ég er svona grenjað úr hlátri, er að Sindri eru bara búin að búa til 3 góða körfuboltamenn. Já. Og bara svona númer 3 hjá þeim er bara ekkert mikið verri heldur en bara svona númer 3 hjá Stjörnunni til dæmis. Sem að bara svona vinnur 500 titla á hverju ári og stoltir af sínu yngri flokkarstarfi. Svona listin og Sindra kæmist bara í umræðu að vera 3. besti uppalni Garðbæingurinn, sko. Þetta er Gísli, þetta er Birgir Leó og Tómas Orri. Tómas Orri fyrstur. Já, bara rétt. Ég meira að segja setti Gísla Hals fyrir ofan Tóma. Já, ég hefði haft það þar líka. Og ég er bara þar að Gísli Hals og Tómas Orri, þeir kæmi alveg til umræðu hvort að þeir séu betri en Friðrik Anton eða ekki, sko. Já. Það er umræða. Umræða, já. Skilurðu? Sem er sturlað. Já. Það er ekki bara sturlað að Höfn er búið að búið til 3 betri körfuboltamenn heldur en Keflavík síðustu 10 árin, sko. Think about it. Já. Það er bara þannig. Eða Valur. Það var komið 3 fleiri úr Höfn Akademíunni hjá Frikka Býst og Skúla Ingibergi og Bróa. En þetta er líka sem er Ekki gleyma þetta í Bróa. Heldur en frá Hlíðarenda. Þetta er líka bara sem er umræðin að þeir fá allir að spila í fullorðins bolta, bara snemma. Það er bara sem að gera menn betri. Það er ekki að æfa með einhverjum atvinnumönnum, heldur það er að spila fucking körfuboltalíki, sko. Og svo eru með það, sko, að Höfn framöfur kannski í 105 Reykjavík að þú getur alltaf fókusera bara á að æfa, það er ekkert annað að trufla það þarna.
Já, Já, er það nú bara ekki einstaklingsbundið? Það er Já, jú, eflaust alveg hægt að þefa upp ykkur djömm þarna, maður er að sé það. Það er ekki bara eins og bara alls þar út á landi séu allir gett metnafullir af því að þeir get ekki farið á klúbbin, sko. Nei, við bara, þú hefur eiginlega enga afsökun til að vera ekki rættur að spila bolta. Já. Jú, bara getur Við að hérna í vinna bænum mikið. erum alltaf að fara í bíó og keilu Nei, eru menn ekki bara heima í tölvuleik að bóra upp í raskatina sér og grenja í pappa Menn sinum og fá byrja ekki bara að að vinna spila? ungir og eru bara duglegir að vinna, sko. Bara Gísli Hals víst. Hann er bara upptekinn í vinnu alltaf daga. Þú Já, sagði býstið hérna í daginn. er það Ekki líkur hann. Nei. Er hann ekki samt bara eitthvað svona gangaverða típan? Hver? Nei. Gísli Hals? Nei, Er hann í alvöru vinnu? hann sagði okkur hann stofnaði fyrirtæki hérna þar sem hann og bróður hans voru að sækja túrista á einhverjum reisastórum bílum sem festa sig. Já, einmitt. Ef það er legasaga þá er það Nei, ég frábær legasaga. Ég kaupi þetta alveg, sko. Mjög djúp legasaga. Já. Þeir eru duglegir strákar. Eða svo er bróður hans Gísla Siggi, það ekki? Jú, Jú. Allt í lagi. allt því það ég. Kemst á einhverja lista þarna. Já. Svona Það kemist á topp fimm. ármannslistan. Hann kemst á ármannslistan, klála. Já. Eftir klála, kannski. Kannski. Skoða Kemst í þriðasæti í Keflæk. Já. Það sem að var einhver gaur sem fór það á einhverju. Já. Það var ekki svo nafn. Hann kemst í staðin fyrir hann. Þú veist það eru eitt öllum morgninum í þetta. Já, ég bara Ertu ekki ég kíkti á Þór Akureyri, ég bara vissi ekki hvaða gaur í Þór Akureyri hann væri, þannig ég skrifaði og ég vona að einhverjum finnist á offensive. Svo er hérna, Já. er bróður hans bróa. Já, Jakob, kallaði Kobe. Það var leiknaður á sinni tíma. En hann var svona hometown hero meira. Kobe. Já. Hvaða lið eru samt að búa til einhverja leikmenn? Haukar náttúrulega eiga fullt af góðum leikmennum. Já. Og erfitt að komast á topp 3 þar til dæmis. Er það ekki bara Kári, Hilmar? Hilmar, Já, þú veist, þeir bræður. Já, Siggi. Siggi Péturs. Siggi reyndar sagði mér að hann liti þessum sem blika. Já, hann fór svona í úlingaflokki yfir. Já. Eitthvað svona Hjálmar náttúrulega líka þarna á lista. Breki. Breki. Hann er bleki, já. Ég þjálfa hann í blikum. Svo alltaf Frosti og Kristoffer svona Já. komu upp. Kitty Mar, nei, hann er náttúrulega hættur. Hættur. Hann er hættur. Hann reyndar fyrir bolta einu sinni í viku, þannig að hann er svona eins og Yngvi. Það fyrir sama flokk. Já. Hérna, svo er ég að spá í einu með Fjölni. Þetta er síðasta liðið sem við tökum. Já. Hver eru topp 3 Fjölni núna? Ægir, Ægir, Haukur. Haukur Já. Páls. Og hver eru þriðja? Hörður Axel hættur. Já. Þriðja, Nafni minn hættur. Já, Tómas Eðar hættur. þriðja sæti, er ekki Tómas Eðar að spila annar dild? En í þriðja sæti er, Hvað, hérna, hann er ekki fjölistrákur. Er hann ekki káeringur? Hver? Hann er Sigvaldi. sætið sem þú pekka, já, Sigvaldi. Sigvaldi Sæti? Já. hann er Kári. Jú, hann er Káringur. Hann er Er ekki bara Steffensen eða? Þú veist, þetta eru Viktor Steff, þetta er Daniel Ágúst, Já, Hilmir. Ég seti Daniel Ágústin. Ég ætla að láta Óla Styrmis þarna sem er á 3. ári í college eða eitthvað. ég var að setja Hilmi í þriðja Yfir Daniel Ágúst. í dag. Veistu hvað er minn maður búinn að Daniel gera í Ágúst. vetur til að fara þarna yfir hann? Ég er alltaf að sjá á fésbókinni að hann er að droppa einhverjum tölum. Sko Hilmir í fyrstu Með einhverjum deild, gælum og eitthvað. Hilmir í fyrstu deild er geggjaður. Já. Hann verður sínt það í fyrstu deild, er hann frábær. Viktor Steff var MVP fyrir 2 árum fyrst deild. Já, en svona gæðarlega sé að Hilmi betri. En þurfum við ekki bara að láta Óla Ingi Styrmis þarna? Hann var í byrjunarleginu í Hjalta í Keflavík, Jú. sallaði þristum á mig og engan annan. Hún hefur verið í college síðan. Ég myndi þetta Hilmi í þriðja persónulega en það bara, Ok. að því ég veit að hann er betri en hann sem hann sýnir alltaf, þess að hann horfir ekki körfuna, sko. En Það er andlegt. er þetta ekki smá ég man hérna, í mörg ár þá tölum við ef allir Fjölnismennirnir færu heim Já, og eru þeir Það Íslandsmeistarar. klárast líka. Já, en þú veist, þessi nýja kynslóð hjá þeim, allir þessi gaur sem vorum að telja upp, sem var sko sturlaður yngri flokkur, Danni og Hilmir og þessi gæjar, Já. unnu bara allt endalaust. Það er einhvern veginn bara svona, þú veist, þeir eru valla að ná að búa til úrvarsdeildarleikmann, sko. Já. Þetta er náttúrulega ekki á nærrið í sama leveli og 91, 92. Nei, ég er að segja það, en þú veist, þetta átt að verða eins, fattarðu. Já. Nei, Þannig að þú veist, bara svona stóra Fjölnis, eitthvað að bara Fjölni býr til bara landsliðsmenn hérna á 3 ára frestidæmi, ég meina það er bara 10 ár síðan, sko. Meira bara borderline úrvalsdeildarleikmenn, sko. Sem verða ekki landsliðsmenn. Ég veist vonandi að þeir verði úrvarsdeildarleikmenn. Já. En Viktor Steff átti á þessum tíma alveg að verða, Þeir gæti allir verið úrvarsdeild.
En hversu stór hlutverk og hversu góðir er náttúrulega allt annað mál. Já. Það ekki allir spila úrvalsdeild. Já. Og allir gert það líka. Er einhvers Fjölnismaður úti sem við erum að gleyma? Óli er hann úti. Mér heyrist þú vera dýpri þar en ég, sko. Ég er ekki að muna eftir neinum. Nei, ekki. Og ef við erum að gleyma einhverjum þá so be it. Þá er hann bara ekki nógu góður. Það er bara ekki nógu góður. Það þarf bara Davíð Eldur að skrifa meira þessa pjakka erlendis. Já. Brynjar Kári er í Njarðvík. Hann er búin að vera fínn en hann kemst aldrei á topp 3. Nei. Hann er í svona 7. sæti. Herru, förum í fyrstu deildina. Það er aðeins að skýrast hvað er að gerast núna og maður byrja bara á fallbaráttu leiknum sem að er á laugardaginn. Það er Fylkir Hamar. Já, Já. Daði er mitt, sko. Er það pjúristaleikur? Daði Berg, þjálfari Hamars, kom einmitt ekki með Nei. til Hólmavíkur í skemmtiferð síðustu helgi. Og er hann að klippa? Af því að hann er að fókusa á þennan leik. Ég skil það vel. Þetta er bara dúardagi. En ég myndi ekki segja að þetta væri pjúristaleikur af því að Hamar Snæfell væri miklu meiri pjúristaleikur. Sagan er svo takmarkuð í árbænum. Já. Það er bara ný. Það er bara að vera að skrifa hana í þessum Það er að skrifa hana akkurat núna, sko. Sko, hér sjáum við stöðuna í deildinni. Já, nei, Sko, Þóra Akureyri lið fólksins hérna í sal, það er náttúrulega alveg ömurlegt. Þeir einhvern veginn áttu þarna nokkrar vikur þar sem þeir voru allt í lagi. Já. En svo lentu þeir sko 46-11 undir á móti Hetti í síðasta leik. Já, og líka bara þetta er náttúrulega bara þjálfara vandamál í alla vetur, sko. Bara leikmenn neitað að spila og alls konar. Mér skilst það Drama. menn séu samt bara ánægðir með hjónin. Það var hann alltaf, voru með líka með einn erfiða leikmann sem hefði spilað í Njarðvík og fleiri lið. Já, rétt. Sem að var erfiður og svona krabbaminn smá. Luke Moyer. Já, en já, sem er góður í körfu en er samt ekki. Maður var svona alveg jákvæður fyrir Þóra Akureyri þegar tóku Luke Moyer hérna fyrir tímabil, sko. Varst þú? Já, bara svona. Ég meina, hann átti alveg leiki í úrvalsdeild. Góður með Njarðvík á einhverju tímapunkti, sko. Já, þeir hefði alveg getið verið miðdeild en þeir eru að missa Bardalinn í KR. Það er að muna mikið það. Það hefur verið kóngurinn hann síðustu 2 ár. Þannig að þú veist, jú. Geta þeir fallið eða? Hverja viljum við að falli? Og segjum að þú veist, þetta verði ekki bara eitthvað svona, segjum að það vilji svo bara öll liðið sem að kemur upp vill taka sætið. Já. Þannig að eitt liðið sem er þarna er bara ekki að fara að vera þarna næsta ári. Hver vill ég að falli? Já. Ég hef mjög gaman eins og Daða Þjást að falla, sko. En ég vil samt ekki að Hamar falli, sko. Nei, við viljum að Hamar haldi sér uppi. Já. Historical Sammála fyrstdeildarklúbbur. því, sko. Ég vill ekki að neitt lið falli í raun þarna, sko. En jú, Fylkir auðvitað er svona með minnstu söguna og fjármagn og annað. Við myndum svona ekki sakna þess að hafa einhvern veginn Bjeli og Kalli var líka mættur þarna úr Val. Nei, líka að því Fylkir verður bara alltaf eitthvað svona, eitthvað kannski fengur þetta en Kana. Já. Svo Fylkir bara er einhverju svona venslagaurar, skilur Fylkir er bara verri útgáfa af KF, skilur við. Já. En vinnur Hamar þennan leika? Þeir vinna. Er Amerikaninn komið með leyfi, þriðji Amerikaninn þeirra í vetri og hann er komið með leyfi þá hljóta en að drullast til að klára þennan leik? Já. Hann hlýtur að koma inn. Ég veit að hann var bara eitthvað vesen með eitthvað ökulagabrót, sko, hjá honum. Já. Eina sem ég hef heyrt. Ég held að ef að Hamar ná bara nokkrum leikjum með hann með líka og Frankham Gein verður bara allt í lagi aftur, hann verður dalað svakalega sá gæi frá því í byrjun. Já. Örugglega mist bara lífsviljan einhvern veginn. Skiljanlega. En Hamar samt, þú veist, eins og í síðustu leikju. Þeir bjarga sér. Já, þeir hafa ekki heldur Þeir stóðu verið syndara í síðasta þeir leik, eru búin að skilurðu. standa í liðunum síðustu 2 leiki. Það kannlausir. 3 leiki. Já, kannlausir. Þeir þurfa bara, það er galið, þeir eru búin að spila án Kana. Hvað marga leiki að þessum leikjum? Svo er bara playoffs klárt, sko. Það er bara Snæfellir í 9. sæti með 5-12 rekord, fer samt í playoffs sem er náttúrulega bara eitthvað ótrúlegasta sem að ég veit. Já. Í staðinn fyrir að nú væri bara eitthvað þvílík barátta sko, hver næri 5. sæti sé ég. Það verður miklu meira spennandi. Ekki það ég er gaman að fá KF í playoffs, sko. Já, við viljum fleiri leiki. Það er gott fyrir bettið. Já. Það verður gott fyrir vorbutuna. Hvort að seintið fleiri leikjum í þessum deildum, sko. Hérna, en er þetta ekki bara búið? Er ekki Höttur bara búin með þetta? Þið sjá, ég listaði þarna upp 3 svona stórum leikjum sem eru eftir. Þetta er Hjá allt þessum toppliðum. Þetta er allt, fyrir Hött er þetta allt stóri leikir. Ég sko, Öll þessi lið geta unnið Hött. Breiðablik Höttur er bara núna á föstudaginn. Já. Höttur vinna þann leik. Svo er Ég er Höttur ekki sannfærður. Haukar.
Svo er Höttur Haukar. Ég er stressaður fyrir Hetti á móti Haukum heldur en á móti Blikum. Ég sko, náttúrulega liðið sem ég veist líklegast til að vinna Hött er Sindri, sko. Svo er Sindri Höttur. Það eru 3 stór svona slægir eftir einhvern veginn hjá Hetti. Þessi En lið geta unnið Hött. Ef allt fyrir að versta veg, Já, þá gætu þeir mistið þetta úr kerfum sér hana. En auðvitað þeir eru í kjörstuði, ég menna, þeir eiga leiku undan Blikum og þeir eiga innbyrðis í minningunni. ég er líka bara að spá hvort að einhver geti unnið þá, sko. Já. Okay. Nei, ég held að þeir vinni bara rest. En erum við ekki sammála um að þeir séu samt að fara upp eða? Jó. Í rest, hvað? Já. Þetta er ekkert ósegrandi lið, sko. Jú, nú er bara viti komið Þeir eru með fullt af Febrúar, mars, hann er alltaf bestur Þeir eru með fullt af körfuboltamönnum, jú, en það er engin eitthvað þarna gjörsamlega framúrskarandi í þessu liði, sko. Já, Böski, Já, þú veist, það er Nemanja. öll lið með eitthvað góðan, skilur við. Síðustu leikir hjá Hetti 86-62 á móti Þór Akureyri 77-99 á móti Hetti. á móti. Nei, Selfossi. Já. 22 stiga sigur á Selfossi. Þar á undan 28 stiga sigur gegn Fylki. Það er bara 4 lið þú telur bara bestu liðin, sko. Þar á undan 30 stiga sigur gegn Hamri. Þar á undan 12 stiga sigur gegn Fjölni. Já, Þetta eru bara leikinni frá því allir eru með. eina liðið sem þú teldur upp á hana, sem er eitthvað samkeppnishæft við Hött, er Fjölnir, sko. Já, en sko, en bara þetta eru svona leikinnir. Ég meina, þeir verða líka Þessi að vinna leikur- þá líka. Þeir Já, eiga bara já, eftir, skilur, Sko, 2-3-4. Við erum svona að tala um að Haukar voru bara undir á móti Þór Akureyri bara daginn Já, þangað til í já, lokin, já. sko. Fylki líka. Og móti Fylki líka. Voru ekki undir, það voru í leik. Á móti, þeir voru bara 60 undir á móti Akureyri og hvað 3 mínútur eftir eða eitthvað. Já, ég Fylki. Jú, þeir voru undir Þeir voru víst þar með svona 3 stigum og mínútu eftir, sko. Var það þá? Já, ég man eftir því. Voru ekki alltaf bara svona Ég náði að 4 hoppa á stigum 1.70 straight fyrir. Við erum bara að tala um að Þetta er einhver skifur. Höttur eru búin að klára alla þessa leiki í hálfleik upp á síðkasti. Já. Frá því að Nemanja er heill, þeir fá Johnny Koljanen, Böski einhvern veginn komin inn í þetta. Mér finnst þeir bara allt og margir fullorðnir til að þeir eru bara eitthvað að ná í 3 Evrópumenn á bekkinu meðan Haukarnir þínir ná í Geratas og Kristoffer Kára á bekkinn, sko. Ég tek það alltaf daga. Já, ég er ekki að segja að það sé the way to go að vera með 9 körfuboltamenn í fyrstu deild, sko, og þar af 6 útlendingar, sko. Heyrðu, Ég veist öll þessi lið geta unnið Hött. Og mér finnst það langt fyrir að vera búið. Þetta er Getur búið. alveg ef við setjum upp eitthvað til þetta allt hörneti, eða þú veist, þeir eru alltaf að geta það, þeir munu ekki gera það. Samt. farðu aðeins tilbaka, Einar, mér langar að stilla upp playoffs. Höttur fara upp, Fylkir og Hamar lenda í Þór, Fylkir, Hamar lenda í bottom 3. Þannig að við erum að tala um að Breiðablik slær út Snæfell svo. Ef að Breiðablik verður í öðru seti. Þetta er Breiðablik, Sindri, Haukar eru alltaf að fara í gegnum fyrsta ránd. Samanlega. Já, þetta er Fjölnir Skallar sem er svona... Káfa Selfoss Snæfell. Já, og svo eru Skallar Snæfell, Skallar Fjölnir geta 8 sætaskipti og það verður einhvern veginn bara svona... Mér finnst ekki ólíklegt að Skallar myndu hafa sætaskipti og hefur ekki þarna þá í play-offs að Skallar myndu vinna Fjölnir þá. Skallar samt hafa verið einhvern veginn bara alveg þrótaðir síðustu missir, töpuð fyrir Fylki daginn, sko, bara með 15 stig. Já. Ég sé líka alveg svona með svona lið sem að getur bara svona dottið gjörsamlega í gang. Káfa geta alveg strítt Blikum og Sindra, myndi ég halda. Já, Káfa búin að vinna Haukar. Mann finnst bara alltaf að Skallar ættu að geta strítt öllum einhvern veginn og svo voru þeir munið einhverju 15 stigum undir á móti Selfoss heima. Já. Og svo voru við með tapa fyrir Fylki. Ég hef enga trú á sköllunum lengur. Því miður. Þegar ég segi það fara ekki upp á deildina, geta farið upp á fyrstu umferð, skilur. Frábær mannskapur einhvern veginn, 4 bara útlendingar á einhverjum launum og sem er Hós er búin að vera MVP hérna og eitthvað. Þeir eru svo bara eitthvað 15 stigum undir heima á móti Selfoss. Bara hvað er í gangi? Já. Það er mjög leiðilegt. Hver er þjálfari ársins? Mikael Máni. Já, það er ekki. Mikael Máni. Ég bjóst ekki við Blikum svona góðum, skilur. Nei. Hver er öðru sæti? Öðru sæti. Ég verður bara að gefa þjálfara Fylkis það. Ég myndi Sækja 2 sigra. Það er svoleiðis. Ég myndi gefa honum Nebo. Árna jafnvel hjá Selfossi. Árni er ekkert að þjálfa. Bjarmi er að þjálfa Selfoss. Bjarmi. Það er með Skarp. Jó, ég ætla að gefa hana. Já. Ég myndi Þeir hafa reyndar verið fínir með mjög einhvern veginn svona... ekkert spes hóp. Nei, það er alveg rétt. Bara mjög samkeppnishæfir. En finninni KF og búið að afskrifa það og svo eru þeir bara einhvern veginn að taka stóra leiki. Jú.
En mér finnst það kannski ekki vera þjálfara afrek. Það sem að enginn mætur á æfingu í 2 vikur og svo mætir í leik og vinna, sko. Er engin ást á Nebo að vera þarna 13-4 eða? Nei. Nei, af því að ég bjóst við þeim bara betri þetta. Já, reyndum með hörkulið. Þeir eru með það nefnilega. Þannig ég get ekki alveg gefið hún það. En er ekki mestu vonbrigði tímabilsins samt? En auðvitað staðið sér vel, skilur. Það er ekkert verið eitthvað afhróð. Það er bara Hann solid. hrunamaður í Sindra. Alveg stóluður með hvað hann heitir. Hringur? Nei, Erlendi sem var að droppa. Clayton Ladín? Já, Clayton Ladín, já. Jú. Smá vonbrigði, jú. Já. Þeir eru bara full slappur. Heyrðu, erum við þá búinir að... Og hvað segi ég? Já. Og Mikael Máni. Og hann hérna Hrafn. Já, og Tækarnir. Viðar að klára fyrstu deildina. Hefur hann alltaf klárað fyrstu deildina nema þegar ég vann hana? Mér finnst bara Höttur alltaf þegar þeir eru í fyrstu deild, þá einhvern veginn eru þeir ekkert í play-offs. Það væri gaman samt að vita ætli þetta sé 7. skipti sem viti fer upp. Sko það var 1 ár þegar að Lalli Jóns vann með Þór Akureyri Ég nefn ekki að fara að pæla í þessu. og Þetta var fyrir ykkur að tölfara perru þetta að núti að skoða. Já. En manni finnst samt eins og í vetur Höttur vera bara eitthvað svona langmesta powerhouse, þetta skilur. Þeir bara bæta við sig, þeir bara skipta út kana, þeir bara ætla að fara upp í úrvalsdeild og ætla bara að vera þar. Þetta er líka á Egilsstöðum sem að búa nú alveg þokklega margir þar. Já. Það er engin önnur íþrótt í gangi þarna, sko. Höttur Huginn, er það ekki fótboltaliðið það? Ég veit, þið þurftu að samina þetta eitthvað við Huginn og eru samt í 3. deildinni, skilurðu, eða 4. Já. True. Þannig að ég held að peningarnir leitið aldrei þangað, sko. Já. Hvað ætti að auglýsa þarna, vinnur? Heyrðu, sko, nei, við ætlum að fara í næstu umferð. Við ætlum að fara að betta. Já. Við ætlum að fara að spá í spilin og svo þurfum við allir að fara. Sækja börnin okkar. Já. Ekki ég reyndar. Hvert er þú að sækja, Steinar? Hafnarfirði? Klukkan 4? Já. Já, náum þið leikandi. Álftanes Valur. Við ætlum bara að byrja á því að bjóða öllum frýtt á þann leik í boði Príma fasteignarsölu Og Elinor Mali. sem King Óskar Alfreðs er að bara bjóða. Og sko, eftir að hafa farið þarna á herrakvöldi þar sem að hann keypti eiginlega bara svona allt á uppboðinu, þá hélt ég að væri ekki hægt að vera meiri kóngur, en svo bara gengur ógeðslega illa þarna og þeir kaupa Justin James og allt í fokki. Herru, þá ætlar hann bara að bjóða þeim frýtt á leikinn. Einmitt. Það er svo mikið power move að hlaða í það þegar að þeir eru með allt gjörsamlega niður um sig og það þarf að safna peningum til að borga Justin James og Ratti og félögum, að sleppum því bara og bjóðum bara öllum frýtt. Já. Bara grjóthart. Mér finnst það hart. Mér finnst það geðvægt. Ég held að vera líka fyrir pjúristunum sem mig, mjög skemmtilega leikur. Þetta verður svolítið svona pjúrista leikur. Þú gætir eins tjúnað inn á Cordoba Getafe í Lebgold. Ég gæti mögulega að fara að eiga einmiðan í þessu leik, ég veit ekki það. Það er ekki þú sem talar um það. Þetta gæti verið svona 66, Jú. 62 leikur. Jú, þetta verður, menn munu tala mikið góða varnir þarna, en raunveruleikin er að menn munu brikka honum mikið. það er mjög mikið svona hýsteriska. Það er náttúrulega miklar varnir þarna. Nei, bara 2 lið sem skjóta frekar illa. Þetta verður svona 80 eitthvað. Það fer aldrei yfir 80 per lið, ekki sens. Það er líka bara 2 lið sem vilja labba, sko. Það er að kíkja á önderslínuna þarna, hvernig það verður. Ástæðan fyrir að varu vill labba, en það er allir haltir þar í dag, sko. Já, þeir þurfa að fara eitthvað að hætta að vera haltir, sko. Heyrðu, tjekkum bara á seðlunum, strákar. Þetta er minn. Já, hann er skemmtilegri minn. Ég er farin að leika mér svolítið með að stækka plúsana og mínusana og það hefur bara reynst svakalega vel. Það verðist mjög vel, já. Já, að gefa aðeins meira cover. Það er ótrúlegt hvað sem sagt, þeir sem að búa til stuðluna eru á réttu nótunum, sko. Já, já. Og maður er á -9 eða eitthvað, en þú hefðir geta farið á -6 á lægri stuðul. Já. Það hefði unnist. Það hefði unnist. Það Þannig að ég er með hérna stuðulinn 7 og ég er með sko KR +3, en ég held að þeir vinni alltaf í Njarðvík reyndar, en Ég er með streitinn þarna. Streitinn KR. Já. Já. Svo erum við með að Grindavík vinni íringana með meira en 4 stigum. Já, Ég trúi nú ekki öðru. það er mjög líklegt líka. Ég er með Þór Þórlarsöfn +12 á móti Tindastól heima. Mér finnst það djart.
Já, eru stólarnir eitthvað mikið búin að fara út í völl og slátra liðum Ég held að Þórsararnir, þeir munu líka berjast svo svakalega í þessum leik, sko. Þetta verður 9, Þeir gera það. 7-9. Já, Því að tap. Mér finnst það bara svo líkleg lína að það verði í kringu þetta. mér stólarnir líka bara ekkert góður, sko. Það er engin fýrfaktor í þessu tindastólsliði fyrir neitt. Ég veit alveg hvað það meina, sko. En Það var eitthvað svona, mögulega þegar ég hitt á leikisíkinu, þá er einhver fýrfaktor. Já. En þeir að mæta eitthvað útivöll og eitthvað svona, ég bara séð nokkra stórleiki öður sem maður er bara, holy fuck, það geta verið góðir. Sérstaklega því Tævóin þetta er ekki stórleikur. Þess að þeir mæta alltaf eins og nummer 50, skilur. Maður bara, djúvill geta verið góðir, skilur. Þegar ég spilaði á móti Manchester liðinu, þá líka væri bara, djúvill eru þeir segir. Þessi leikir á sýnt mér bara, þeir eru contenders, skilur. Þetta var svona Manchester City. Þeir eru ekki betri en ég veit í dag, ennþá eða? Neip, Ennþá. borgin er rauð. Hérna, ég tek þetta pluss 12 og það kæmir ekki óvart. Já, Þólasson myndi vinna hann leik, það kemur þetta mjög mikið óvart, en Það er því veruleiki sem það gerir. ekki setja Tindastól í seðir 1,2. Ég er með það. Banna hýði. Nei. Ég sagði þér það, þetta verður eitthvað svona, er þetta ekki á föstudaginn? Nei, 5. Fimmtudaginn. Þú ert að fara að senda einhvern svona skilaboð bara á sauðkræklingar sem við þolum ekki. Bara eitthvað, hvað er að gera maður? Bara eitthvað ótrúlegt að þetta rándir og lýsi 16 stigum undir í háluleika á móti Emil Karel. Hversu oft höfum við séð þetta? Með Pétur Rúnar í 40. Þetta er alltaf svona. Þetta er algjör gildra til að hafa sem einhvern bumper í seðilinn, sko, stólarnir í Þorlákshöfn, sko. Þetta er gildra. Það er ykkar skoðun og þið hafið rétt á henni. Já, takk fyrir það. Svo er ég með pluss 11 Skagan á móti Keflavík og þarna held ég að Skaginn vinni bara leikinn. Það er bara, Já, Góðgóð mættur aftur og Ívan með. sko ég þekki alltaf plúsin frekar en mínusin hana. Hvort tækju þið, Góðgó og Ívan eða Mirza Bilic og Möllerinn? Góðkói, Ívan. Bara ekki spurning, Skaginn er með miklu betri teig. Já, og mér finnst Parsons líka, náttúrulega, ef Martin er bara át, þá er Parsons líka hann. Morsell. Dísjón Parsons. Sögnum hans. Morsell, meina það. Svo er þetta Morsell, hann getur alveg dekkað Egor einhvern veginn og bara svona eitthvað allavega. Já. Já, bara, ég veit ekki, ég er bara ekki gaman að Skaganum, sko. Bara berjast, sko. Mér er bara Skaginn bara í raun og veru bara ekkert með mikið síðra byrjunarlið, sko. Svona ángríns. Ef þú virkilega pælir í því. Ef þú virkilega pælir í því, bara setur upp stöðu fyrir stöðu. Já, en svo tapaði bara með 20, skilur, á móti flestu liðum. Já, en ég trúi ekki öðru en að Óskar hringi í Frikka Rondó og spyr, þó að sé búin að reka Rondóinn, hvernig get ég unnið þennan leik? Ég hef ekki unnið frá því þú varst rekin. Já, það er þetta rétt. Og Frikki er góður gaur og hann sendir á hann, æsaðu vængina vinnu með 2 stóra, æsaðu þá. Já, ég myndi gera það. Og settu hinn stóra kallinn undir köruna. Hann glósar það niður. Æsa á hleypa á línunni, láta taka midrange jumpera. Já. Sign me the fuck up. Góðgóð getur alveg, hann getur eignað sér þennan teig í leiknum, sko. Já, hann er að fara Já, ég held það einmitt að missa Bilic eitthvað. Það er pilsa. Það er ein pulsa. Já. Djúvill er hann mikið pulsa. Bara pirrandi að horfa á hann, sko. Já. En það er bara ég. Hérna, en þessi seðill gefur 7. Og ég held að ef að Keflavík tapar þessum Skagaleik, by the way, þá Gerist ekki neitt, það er alltaf bara áfram. nei, það er orðið núna, það var mjög neikvægt Það daginn. er ekkert. Jú, það gerist eitthvað. Hvað gerist? Það er bara, mögulega bara gerist eitthvað. Heldur það að listu upp, bara er reygin. Ég gæti séð Sigga Ingimundarson stíga það þinn. Siggi Ingimundur og Jónni, run it back. Í 3. skipti. Nei, ég segi svona. Nei, auðvitað gerist ekki raskat. En það er bara svona, Það er bara klárum það er mjög svona, það var eitthvað mikið að þessu liði á móti Grindavík. Þeir voru bara grenjandi frá byrjun að þá leikurinn var búinn. Já. 20.000 stigum undir og jú, minnkaði svo niður, skiptir engu máli. Allir tuðandi og vælandi allan leikinn. Það er, ef eitthvað er leiðilegt, þá er að mæta upp á Skaga þar sem þeir eru þarna með 4 trommur. Já. Og eitthvað, rimlar í bakgrunn og eitthvað svona. Þeir mæta Skaga. Ilja Djokovic eitthvað fórna höndum að vera leiðilegur.
vel mætt á skaganum, sko. Þannig að það kom Skæi verður að vinna hann leik. Já, það kom svona smá gleði í kringum þetta Keflavíkur-dæmi þegar Remi kominn heim og Já. sú gleði bara farin strax. Já, hann byrjaði líka þokkalega vel, svona, hann leit ágætlega út. Og þessu byggunum að meðan hann var inn á, þá hann var haldrandi, það var hann samt góður, skilurðu. Já. Svo er hann kannski bara með þessum leik og verið bestur. Hann góður í körfu, sko. En hvort myndi vinna, meistari. hvort myndi vinna 1-1? MVP. Ilja Djokovic eða Haltur Remi Martin? Haltur Remi. Já, Haltur Remi, sko. Hérna, þetta er seðillinn þinn, Tommy. Já. Grindavíkur sigur. Já, ég ákvað að fara safe bara þar. Já. Grindavíkur Það sigur. er ekki bara að fara beint bara í það sem hann fer gegn sjálfur sér þarna. Þór Þórlarsöfn plus 10-5, takk fyrir það. Já. Ég sá það bara 10 eða minna. Já. Skilur. Þetta verður ekki Tindastóll með 6 í lokin? Ég ætla að vera svona einmitt Tindastóll með 12, skilur. Já. Það verður þarna á þessari línu. Þannig að Mati coverar ekki ég. Það verður svona alveg á línunni, sko. Já. Additional spreads. Og svo set ég Njarðvík streitvinna móti cover. Nýbúin að segja KSI Contenders. Já, það er í play-off, sko. Heldur að Njarðvík vinni KR? Já, ég er bara að bankar á það núna að Kári er bara að vinna svo rosalega markaði röð að það hlýtur að fara að koma að því að fara að tapa. Ég er svona bara meira að horfa í Á það móti liðið sem að vann síðast fyrir jól eða? Já, þá hlýtur að fara að koma í að þeir munu vinna. Ég bara sé ekki Njarðvík vinna, sko. Nei, ekki Þetta er alveg, hvað líka bara, þú veist, mér finnst bara svona viku eftir viku Snjólfur bara með 25-30 stig, Snjólfur og Brynjar Kári bara með A-klassa baráttuleiki. Það eru Snjólfur með 20. Nei, með 20 mínútur. Já. Veigar Páll fyrirgefið með 25-30 stig. Já. Það er bara svona, þeir eru bara allir einhvern veginn að gera sitt. Þeir eru bara ekki nógu margir, nógu góðir í körfubolta til að vinna neitt, sko. Þeir eru ofta að spila fínt og þessi bestu leikmennir eru að standa sér ágætlega, sko. Já. En bara... Ég er eitthvað litið sammála því sem eru að segja, en þú hefur tilfinningu? ég er tilfinningu, já. Þetta er algjörlega byggt á tilfinningu og að Kári er búin að vinna svo margir röð og við búin að tapa. Hvenær vann Njarðvík síðast? Var það IR-leikurinn? Þeir eru pökkuð IR eða? Nei, IR pakkaði þeim, já. IR pakkaði þeim. Já, þeir unnu þarna einhvern daginn. Þeir unnu Ármann og Heimavalli. Ármann, já. Þegar Avarætt var rauninu meiddur eða ekki eða eitthvað? Jú. Já, var Avarætt með, skiptir ekki máli, man það ekki. Ég man það ekki. Ég bara, svo líka var Milka að spila, það var búið að segja mér að Milka er meiddur, svo spilar hann 14 mínútur í síðasta leik. Já. Er hann þá meiddur eða? Já, kannski er hann bara eitthvað að reyna að krista eitthvað. Ég sá ekki leikinn, sko. Ég hef aldrei skilið hvernig, þú veist, þegar leikmenn spila Nei, meiddir. ekki þegar Leikmenn spila meiddir og spila svona lítið. Ég sá ekki á leiknum þegar Milka Er þeim þá bara allt í einu orðið of illt eða eru þeir bara, þú veist? Já, þeim er örugglega bara mjög illt og bara 14 mín bara... Nei, hann svo náttúrulega fer hann bara basically meiddari út af Já, mér finnst það svo í heimskulegt. leiknum. Já, þetta er... Ef Milka er síðan bara át það sem eftir í tímabils, þá er þetta mjög heimskulegt að láta hann fara í einhverjar 14 mínútur á útivöll á móti Stjörnunni, sko. Ég kalla hann eitthvað ekki Milka, ég kalla hann Dom. Já. En þú veist... Big Dom. En kannski er þetta bara eitthvað sem mun ekkert gróa hvort þið er fyrir lók tímabils. Hvað spilar hann þá ekki bara 30 mínútur? Kannski bara getur það ekki líka með. Hvað sprautaði hann þá ekki með einhverjum NBA... Nei, menn að því er hann ekki 14 mínútur á móti Stjörnu, en þú spilar ekkert hvað frá þriðja eða eitthvað svona. Er ekki þetta að gefa hann morfín eða eitthvað? Ég veit bara ekki hversu vel það fari innan vall. Þetta er nokkar peptides. Það er ekki nýja trendið, það er peptides. Herru, kíkjum á seðil, þetta gefur 5 ístuður bæði vegi hjá Tóma. Svo kemur sá leiðinlegi eins og ég kalla hann. Og það er... Ég sagði bara, núna ætla ég að vinna seðil. Já, og þetta er þetta góðu seðil og ég ætla að taka hann. Nei, ég ætla ekki að taka þetta er svo 100% að eitt klikki, sko. Nei. Sko. Þetta er of gott til að vera satt. Þetta er alltaf gott til að vera satt. Grindavík IR. Ég Grindavík vinnur. Grindavík vinnur. Er það pottþétt eða? Já, það er Mér finnst það pottitt. Ok. Þetta er í Grindavík. Ef þetta væri í Seljaskóla, þá myndi ég alveg svona 1,3. Þá myndi Kane sparka í ruslatunnur og láta geta húlíkans meira hikandi, en samt myndi ég halda Grindavík vinna en meira hikandi. En ok, þetta er í Grindavík. Svo Þór Stólar. Stólar vinna alltaf hana leik. Þetta er bananahýðið. Þetta er gildran. Stólar vinna alltaf hana leik. Ég ætla bara aldrei að betta upp Tindastóll í vetur í viðbót. Þeir hafa tapað nokkrum leikjum og ég hef alltaf verið on Þetta fair. er mesta lígi sem ég hýrt að Emiri. Nei, reyndar... Þetta er Ég rétt. fannst nú Ármannsleikurinn gefa hansi vel síðast. Svo þú varst onnað þeim. Þetta er Svo rétt. í hálfleik bætt aðeins í. Þeir eru bara svo lélegir útivelli. Já, það er nefnilega mál. Þeir voru bæði ömulegir í þessum Ármannsleik. Þeir vinna hann bara vegna þess Það að... er ömulegir útivellir eitt allan vetur, sko. Og svo vinna Káir Njarðvík. Við vorum að ræða það. Já.
Já, ósammála. Þessi verður bara 1 af 3 hér. Þetta er svo leiðilegi og svo öryggi. Já. Ég held að þarna 2,8. Ég held að þetta vinni en ég held að þetta verði alls ekki þægilegt og ég er líka að spá með hennan KR sigur. KR vinna en þetta verða allt einhvern veginn. Ég bara mæli með að fólk fari núna lífeyrissjóða banka, taki út lán á húsnæði sitt, bara veð, seti nokkrar kúlur á þennan seðil. Svo líka 1,8 á KR sigur á lengjunni. Já, bara. Ég ætla að hvetja þá sem að mega bara setja limited á Epic Bet sem eru actually góðir að betta sem eru þeir sem maður talar við að bæta í þar taka smá peninga þar út. Já, alltaf sterkt. Já. En aldrei gleyma því að Exið þar vinnur húsið á lengjunni. Já. Það er stóri munurinn. Já. En við ræðum það ekki hér. Ekki? Já, þetta er 1x2. Við getum alveg útskýrt hvað já. Epic Bet hefur fram yfir lengjuna í raun og veru. Já. Það er það ef það er framlenging í Þór Tindastóll eða Tindastóll vinnur, þá vinnum við seðilinn okkar á Epic Bet en við vinnum hann ekki á lengjunni. Já. Og hversu oft höfum maður að tapa þannig? Allt of oft. Allt of oft. Allt of oft. Það er svo galið að setja á X í körfuboltaleik. Það er eitthvað letið, skilur. Já, það er bara Já, það gerir það Nei, enginn. það gerir það enginn. heimskulegast sem ég veit. Það er einhver svona gaur sem að setur kannski jafntefli á 3 leiki hérna og bara svona, það getur gerst, það er 300 stöður. Þú getur gert það handbolta, það gerist actually alveg þokkulega já. oft þar, og þú getur gert það fótbolta. Gerir ekki körfubolta, sko. En það er mjög skrítið að betta jafntefli í fótbolta líka, sko. Það er bara svona, Það er svo leiðilegt. Að því að stuðl er ekki hár, hann er herri oft í handbolta. bara svona af hverju ætti. Samt gerist það alveg oft. Hvað hefur bara fyrir þér í því? Já, það er bara Fulham Tottenham, það er bara X. Ég þekki nú eitt kóng sem er einmitt að vinna hjá Epic Bet sem að tók nú HM í handbolta á sín tíma, fyrir ekki svo lengu, og hann skerði seðil með jafnteflum og hann vannst. Í aftefla seðil. Já. Já. Með 6 leikjum eða eitthvað. Er hann einn af þeim sem setti 1 evru og vann 17? Nei, hann setti eitthvað meira held ég. Það var bara skemmtileg seðil. Strákar, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir að hafa okkur. Og Meistarana. já. You ain't real, hope ya. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. What would you question who's better? The world is still mine. Tattoos.